Hérna erum við með klassíska góða niðurtaksæfingu. Við notum svona skrefstöðu krjúpandi til þess að fá betra átak niður á við, að lækka okkur aðeins. Það má líka nota stól sitjandi ef að hné eru viðkvæm fyrir þessari stöðu. Við erum aðalega að styrkja efri bakvöða, aftanverða axlavöðva og axlagrindarvöðva og einnig má gera góða kviðvöðvaæfingu úr þessari æfingu með því að spenna í niðurtoginu kviðvöðvana. 15 til 25 endurtekningar. Hérna erum við með æfingu sem ég myndi vilja kalla grunnvirkni og styrktaræfingu fyrir framanverðar axlir. Áherslan er á að fara ekkert of ofarlega með handlegginn fyrir ofan höfuð og við fáum þarna góða virkni á djúpu stöðugleikavöðva axlarinnar sem að stýra hreyfingunni af stað. Þarna er viðkomandi í æfingunni að sjá farin að færa sig ofar en það myndi gerast með aukinni styrkingu. Hérna eru endurtekningar 10 til 15 skipti í hverju lotu á hvorn handlegg. Hérna erum við með gott dæmi æfingu sem að leynir býsna mikið á sér. Tökum marga vöðva fyrir ef hún er gerð vel. Skrefstaðan, það má jafnvel síga aðeins meira í hnjánum. Við spennum bein handleggi aftur á við og þeim megin sem við erum að taka át drögum við herðablaðið að hryggnum. Þarna getum við svo vel spennt kviðvöðvana vel og gert þetta eiginlega að kviðvöðvaæfingu leiðinni. Og síðan á hinn bóginn þá erum við að setja gott átak á stöðuvöðva hryggsins að aftanverðu og þeir taka átak alveg frá mjaðmagrind og upp að hnakka. Þannig er þetta góð grunnæfing til þess að styrkja stöðuvöðva baksins alls. Hérna erum við með góða grunnstyrktaræfingu fyrir stærsta spyrnuvöðvan okkar mjöðmina. Stóra rassvöðva eða glút max. Við nýtum stuðning hérna af stól eða einhverja álíka til að tryggja góða upprétta stöðu í gegnum æfinguna. En eins og ég hef nú nefnt áður í útiprógrammunum þá kemur fólki mest á óvart oft hvað reynir mikið á fótleggi sem við stöndum í þegar við gerum þessa æfingu. Reynir á stöðuleikavöðva þeirra mjaðmar og ekki síst minni bróðir glút max, glút med sem færir raun góða þjálfun líka hinum megin út úr þessari æfingu. Hérna er á ferðinni klassísk æfing sem að styrkir mest lærvöðva, rassvöðva og mjóbakssvæði. Svörtu teygiböndin koma bókstaflega sterk inn til að létta á heildarhreyfingunni, gera hana gæðalegri og létta jafnframt á jafnvægisþáttum æfingarinnar. Þessir þættir aðstoða við að byggja upp góðan grunnstyrk og þegar hann er komið vel á veg með meiri þjálfun þá má gjarnan færa sig yfir í notkun á rauðu teygiböndunum í æfingunni. Þegar það er gert þá mætast meiri styrkur viðkomandi við svo að segja minni hjálp frá rauðu teygiböndunum miðað við þau svörtu. Þannig er æfingin bara einfaldlega gerð erfiðari til að viðkomandi geti styrkt sig enn frekar. Hérna erum við með góða æfingu sem að styrkir kannski mest miðjusvæðið okkar. Þessi æfing kallast Pallof pressa og tekur á kviðvöðvum vel, skákviðvöðvunum sérstaklega, mjóbakssvæði, rassvöðvum og efri bakvöðvum einnig. Getum miðað á 30 til 40 endurtekningar hvorum megin, getum snúið okkur örar við en að við tökum það í einu eða 30-40 sekúndur og tímamælum okkur þá frekar. Hérna er æfing sem að flestir kannast við. Hún er til þess gerð að styrkja mest tvíhöfða og vöðva sem nefnist brachialis sem að beygja olnboga og er mikilvægt raunverulega fyrir alla að hafa styrka í daglega lífinu. Það sem á að gera til að gera hana síðan erfiðari með meiri þjálfun og styrk er að hægja kannski meira á hreyfingunum og ekki síst þegar maður slakar handföngunum niður í stað þess að fara í sverari teygju. 12 til 15 skipti á hvorn handlegg.